Gekkið að fá þig heimsókn aftur. Þetta bara verið góð rútína þegar ég kemur til landsins, þá bara þetta í eitt spjall. Já, það ekki rútína sem við höldum bara? Ég held að. Hvernig er þetta að koma undan 100 kilometrum? Hvernig er þetta að koma undan? Hvernig er þetta að koma undan vetri? Já, hvernig er þetta að koma undan 100 kilometrum? Ég það hvað, nánast 2 vikur síðan ég kláraði, þannig að ég bara miklu betri en ég þorði að vona að bjóst við, Þannig að þetta er bara draumur í dós. Ég er farin að eyða bara í skinninu að fara í eitthvað næstu áskorun. Já. Ég finn að ég er einhver hundur í mér þess að Já, það er svolítið. Já, gera eitthvað stórt, Við sjáum til hvað kemur úr því, en þetta gekk bara línu líkast, Ég vissi alveg að þetta var mjög erfitt, en þetta var eins og þetta gekk bara nánast fullkomlega upp, Það var fyrstu 35 var bara uppbytun. Ok. Síðan síðan var Mari búin að segja 35 til 65 voru mjög erfiðir fyrir mig. Og Mari var búin að segja mér, já, Beggi, kilometri 50 til 70, þeir verða þungir. Lappina hennar vilja bara gefast upp, en síðan eftir 70 það bara fatta lappinar að þú ert ekki að fara að hætta og þá verður léttur aftur. Ég heldum bara að væri eitthvað að bulla, skilurðu? Eitthvað rugli í mér, en síðan var það bara einmitt sem gerðist. Það var á kilometri 65, þá byrjaði bara allt í henni aftur að fljúga, Það er svolítið. Þannig að kilometri 0 upp 35 og 65 til 100 voru eiginlega léttastir. Og ég var bara þetta gekk bara rosalega vel, En síðan var ég náttúrulega mjög þreyttur svona dagana eftir og náðu að taka 5 dagar frí sem ég tel bara, tók hendur 1 gymdag hann í mildtíðinni, þannig að þetta er svona 4 dagar í frí sem ég tel bara ágætt fyrir mann eins og svona snar óverka mann eins og mig. Já, ég tengi við það. Að kunni ekki hvorki að hvíla fyrir, nú er ég ekki búin að taka mörg svona en þegar ég hljóp Laugaveginn og eitthvað svona, þá bæði að hvíla aðeins fyrir og hvíla eftir, mjög erfitt. Mjög erfitt. Svona maður skrítið. Maður þarf ekki að selja sig það, ég á auðvitað með að hvíla fyrir, þrátt fyrir að, nei, ég segi það nú ekki, nú er ég að ljúga bara, já, svolítið erfið með það, en ég næði einhvern veginn að selja haustum og það er gott fyrir það að hvíla núna, en delay gratification er svona öfugturunni, og sama með að hvíla eftir á, ef þú tekur 5 dagar núna að hvílda eftir á, það verður með meiri orku eftir, viku eða 2 vikur, en svona hann gengur yfirleitt að selja með það eftir svona fyrir og eftir eitthvað stórt, en stundum er líka bara, ég nenni ekki ég bara gera það sem ég vil gera, Maður er bara orðinn svo háður í að hreyfa sig. Já. Fyrir mig að eiga nokkra daga í röð án þess að hreyfa mig, mér finnst það bara skrítið. Ég reikna með að þú sért allavega eins, ef ekki, þú sagðir ekkert með að þú vildir helst fyrir að taka 2 erfiðar æfingar á dag. Já, það var ég bestur, Það var ég langbestur, Það er bara, hreyfing einhvern veginn, hún gefur mér svo rosalega mikið, það er svo margt við hana, það er, þú ert að upplifa að þú bæti þig, hvort sem þú ert að hlaupa eða að lyfta, þetta er svo rosalega skýrt hvernig þú ert að bæta þig, þannig að það er parturinn, síðan er þetta mjög, allavega úti er þetta mjög félagslegt, það er annar partur sem og síðan einhvern veginn, hjálpar þetta, því ég er bara íþróttamaður, ég verður að spyrja svolítið eftir að hætti í fótbolta bara eitthvað, af hverju þarf ég að vera íþróttamaður lengur og ég hætti í fótbolta og hafa ég æfað svona mikið og svona, og það bara banna mér að æfa svona mikið, síðan bara þetta er hver ég er. Þannig að þetta hjálpar mér rosalega mikið að skilja bara sjálf á mig. Það var að fást við eitthvað líkanlega bara mjög, mjög, mjög erfitt. Og síðan verkja mér bara, ég man einhvern tíma að Kári Stefán og ég held að hann var hjá þér og talaði að verka ég bara í liðina, en það hreyði sig ekki og það er bara, ef ég hreyði mig ekki þetta af, mér bara byrjar að verka í skróknum. Já, einmitt. En ég fer ofta í þessa pælingu, hvernig værum ef við værum ekki með neinar skilyrðingar? Og það sem okkur finnst innan gæslega bara óeðlilegt. Það er náttúrulega bara fáránlega óeðlilegt að sitja allan daginn. Já. Og vera fyrir framan einhvern skjá með gerfubirtu. Skilur, þannig að ef við værum bara að venja líkamann og að vera í erfiðisvinnu og að vera alltaf eitthvað, þá held ég að það voru alltaf þessi lögmálum og maður, mætti ekki hreyfa meira en eitthvað ákveð og þá þarf maður að hvíla og svona, en svo einmitt, er eitthvað gírar í líkamannum, ef þú byrjar að gera meira, að þá er eins og að þú sagðir áðan, svo lappirnar bara fara að skilja, hann er ekki að hætta, þá er eins og bara allt viðgerðarferli fara að hraðast og þetta fólk sem er að hlaupa maraþon
sko, ég man ekki, þú veist, 30 dagar í röð eða meira. Hvernig ferðu að þessu? Þú veist, hvernig ferðu að recovera? Það eins og það gerist eitthvað. Það byrjar eitthvað að kikka inn. Alveg 100% og það er náttúrulega magnað. Það er þennan fólki sem, var eitthvað fólk að hlaupa núna yfir Ísland, sko. Tóku þarna á einhverjum 2 sólarhringum eða eitthvað svoleiðis og síðan fylgta fólki gæðin sem tók hana Ironman á 100 dagar röð, sko. En, þú veist, maður átt að segja ekki á því hvaða gýr, það er allavega einhver gýrana í líkamannu sem fæstir tap inn í, sko. Fyrir það betra að verra, en allavega, þú veist, það er ekkert hollt að hlaupa, þú veist, marathoni hverju fylki í Bandaríkjunum á einu svona dag, sko. En það er ekki mjög hollt, sko. En þú veist, ég líka verið að pæla þessu Sölvi, sko. Það er ekkert hollt að hlaupa marathon, ég vil pæla þessi, það er ekkert hollt. En ef það gefur, þú veist, bara aukna þrautsu, því ég held að hlaupa marathon, það yfirfæris bara beint á lífið, sko. Bara undirbúin að hlaupa marathon alltaf. En það er ekki bara hollt. Skilur? Jú, ég myndi alltaf segja að, þú veist, með reglulegu millibili, svo náttúrulega fer það eftir hverjum mænum hvað er reglulegt. Þú veist, allt, svona hlutir sem þú veist, ok, það er alveg, þú veist, einmitt þetta og horfur á bara fólki sem býr í blue zones og svona verður nær mesta langlífi. Það verðist ekkit endilega að vera að harka líkamannum út. Það er meira bara í svona róleri hreyfingu mjög mikið yfir daginn. En það þýðir ekki að það sé ekki gott annars lagið. Að einmitt bara fara í gegnum allan tilfinningaskalan og láta reyna á hausinn á sér og gera eitthvað sem er ógeðislega erfitt. En svo eru margir sem verða pínu háður í. Já. Þú kannski tengir við það? Já. Þetta er, sko, hvort ferðu að tala harmonious passion og obsessive passion í sálfræðinni, sko. Það tala að þegar, sko, þú veist, í harmonious passion þá er þú raunin að velja það að gera sem þú gera ástríð af því að, þú veist, þú ert með stjórnina en síðan er obsessive og þá ertu bara ekki með stjórnina, sko. Nei. Þá ertu bara allt í einu byrjar að fara út að hlaupa á þess að þú hafi svona kannski ákveðið það í rauninni sjálfur, það er bara eitthvað gerst, eitthvað tekið yfir. Já. Og margt sem ég gerir með blandaður sem því meira sem þetta er svona meira svona harmonious, því betra, sko. Og ef þú ert með obsessive þá getur það haft mjög svona ekki góð áhrif á þitt líf, sko. En þetta er náttúrulega eitthvað blanda af, myndir einhvers konar getur alveg verið á einhvers konar fíkn eða escape allavega í lífi sem ég tengi alveg við og þetta escape tölvöld betra heldur en önnur escape og ég myndi velja það tölvöld meira en síðan líka bara, við rættum daginn í síma, við rættum held ég eftir síðasta podcast þar, mér finnst þetta því Maríu var alltaf að segja mig, Beggi, ég er komið að leika fyrir nokkrum árum og ég er bara að leika. Það var bara fyrir henni, bara að leika, það er bara að fara upp á fjöll, skilur við, og það er bara að hlaupa og ég er svolítið tengt við þetta undanfæri maður er úti að leika meira, skilur fara, spila fótbolta eða fara upp á fjöll eða hlaupa eða í ræktin, það er einhvern veginn orðið miklu meiri, kannski, ég veit ekki hvort þú tengir við þetta, fyrir mig er þetta orðið miklu meiri leikur heldur en einhvers konar, ég þarf að gera þetta eða á að gera þetta, þetta er meira svona lífstíl, þetta sem ég gerir sem er skemmtilegt, ef fólk lítur út frá líf mitt og sér mig, þá er þetta sem gefur mér svo mikið, það er ekki gamla farið sem var að bíða eftir helginni og skelli sér kvöldum með vinnunum, sko, skilur við? Ég tengi mjög mikið við þetta og einmitt, sem er einmitt, því svo það maður að balansera, þú veist, hvað er gott fyrir það og hvað, að því nú finn ég eins og fyrir mig, það væri alveg fínt fyrir mig að fara aftur í keyra svolítið á styrktaþjálfun, að því bæði bara gerast ákveðnu hlutir í líkamannum þegar þú veist, finnur úr það styrkjast, ég held að það er svona kannski eftir að stúdera það betur en ég held að þú veist bara að þú virkjar þetta fight mode að þá er eitthvað sem gerist í, þú veist það er bara gott lyf gegn kvíða og öðru og það eru stúdíur sem benda þess að mitt þú veist bara með svona laktósa pælingar að þú keyrir meiri laktósa inn í kerfið og tekur fætaæfingar en að því sögðu, ég hef ekki haft mig inn í líkamsræktarsal núna, ég kom aftur til Íslands í 10. júlí. Ég hef ekki haft mig inn í líkamsræktarsal af því það bara tónkrafturinn að fara upp á fjöll er bara of mikill eða vera úti. Þú veist bara, einmitt, út að leika. Já, vera bara í náttúrunni. Já, þannig að þú veist, þetta er einmitt bara, ég hef oft verið bara, gimma morgun, svo bara er það gott veður, nei, ég bara fyrir upp á fjall, ekki séns, sko. Og svo bara kemur haustið og þá skiptir maður takt, en einmitt bara, það er svo geggja þegar það er orðin tónkraftur í einhverju. Já, og maður ekki bara svolítið að halla sér að tónkraftinum, skilur, í því tímabili sem maður er að, þú veist, eins og þú veist að það kemur vetur, þá kemur meiri tímabil. Það veist að leyfa sér að, þú veist, fylgja eins kvartningunni, skilur mig, og það sem maður er að
halla sér að, skilur. Nota þau season, sko, ég held að það sé allt í lagi. Algjörlega, ég meina ef þú horfir á fólk sem duglegast að hreyfa sig, þá á það oftast sameiginlegt að hafa gaman að því sem að gera. Já. Þannig að ef það eitthvað sem þú algjörlega elskar að gera, hvort sem það væri, þú veist, að surfa eða dansa eða eitthvað, þá gætir alveg svona meðan allt sem ég hef skoðað með tiltölulega litlum tilkostnaði sagt bara, heyrðu, það hreyfingin mín. Eins og tek ég 2 æfingar á 7 til 10 daga fresti, þú veist, eða eina bara brjála styrtaræfingu og eina alvöru sprettaæfingu til þess að keyra hjartað upp og til þess að þú getur sko náð tiltölulega fínu viðhaldi og jafnvel bætingu á vöðvamassa með einni lyftingaæfingu á 7 daga fresti, eða þú tekur bara alla stóru vöðvahópana og keyrir þá í max, sko. Já, ég held að, allavega viðhald, sko. Þannig að þú veist, ef það ekki þitt þing, að þá getur þú hugsað, ok, það svona obligation, ég geri það einu sinni í viku í 45 mínútur. Þá það nú ekkert eitthvað brjálaði tilkostnaður, sko. Nei, ekkert svo, sko. En þú ferð upp á í fjallgöngunum, ertu þá einn eða með einhver félagskap? Já. Það er alltaf gaman að vera með félagskap. En stundum einmitt bara að því nú stýri ég tímanum mínu sjálfur og oft þetta tímar sem að, þú veist, ég kannski að taka podcastið til að vinna og ég er svona kannski laus, svona 1:30. Og ef það engin, ef ég ekki búin að mæla með mótvinni, þá bara skýst ég sjálfur, sko. Það líka fínt. Hver finnst þið vera svona munurinn á því að fara einn í, ertu að hlusta okkar, ertu bara að rótoka þetta? Já, stundum hlusta, stundum rótoka, bara misjant. Bara eftir feeling. Já. Þú veist, en það rosa gaman, það eins og þú segir, það geggjað að vera í félagskap. Þetta verður líka auðveldra. Verður það? Maður er bara búin að fara upp á esjun og niður aftur og maður tók ekki eftir því að maður var að lappa líka. Nei, nákvæmlega. Já, maður velja bara fólki vel sem fyrir með þér. Já, sjálf, það er betra. Það svo kostur og gæðar, ég held að maður geti rosa á þess að vera með tónlist eða podcast í erunum að maður fyrir einhver langa göngu að hlaupa í fjöllunum. Mér finnst það besta tenging sem ég gæti haft við sjálfa mig og eitthvað aðra en sjálf mig, sko. Að vera bara alveg einn með mínum hugsunum og þar koma oft svona áhugaverða pælingar upp og einhver innsýn í lífi sem hefur ekkert komið öðruvísi. En síðan það einmitt félagskapurinn sem gerir þetta lífi náttúrulega ógeðslega skemmtilegt og innihaldsríkt og það er svo gaman að þá er rauninni að double dippa, sko, með að fá hreyfinguna og í rauninni, sko, síðan að fá tengu við náttúruna en síðan líka að styrkja samböndi að mynda ný sambönd og það gerir líka hreyfinguna auðveldari. Ég finn, sko, eins og nú bara maður er svo mikið í vennis röngklöpp og það er alltaf að hlaupa með einhverjum og mér finnst það bara miklu betra að hlaupa kannski bara 30 kilometra eitthvað, miklu betra að hlaupa með einhverjum hóp heldur en að vera bara einsamall í einhverju þjáningu að hlusta bara sjálfa sig, sko. Já, klárlega, þú veist, og þó það komi skipti þar sem maður kannski eitthvað hlaupa einn, þá tilherur samt þessum hópi og þú veist, ef það eitthvað chatgrúpur þá hægt að vera að deila og þú veist, ég var að hlaupa þetta og þeir eru með eitthvað markmið saman og það er bara, við erum gerð til að tilhera. 100% og svona ég veit ekki hvort maður sé hún eldri Sölvi að þú veist, mér fannst alltaf þegar ég ólst upp á Íslandi, einhvern veginn samfélagið er svo sterkt, það er svo byggt inn í bara að þú er partur af samfélagið bara með því að lifa hérna, sko. Þú veist, við erum þú ert partur af einhver íþjóðfélagið, þú ert að alast upp eða þú ert þú ferð í ræktina eða það eru sundlaugarnar, skilur mig. Og síðan einhvern veginn, sko, áttaði mig á því, sko, það var allir að tala the importance of community í Bandaríkjunum og það var eitthvað svona erfiðar að vera með svona tætt, svona samfélag, þannig að þau byrja að búa til alls konar svona samfélag, svona eins og vinir svona klöpp og sínir svona ísbaðsstemning og alls konar þannig hópar sem mér finnst gefa mér rosalega mikið í lífinu en ég hugsaði ekki beint út í það af því að, þú veist, á Íslandi hafði ég bara mína vini, ég gerði bara mitt stöf og fór í laugina en ég er svona áttaði mikið á hvað þetta er mikilvægt og kannski hvað þetta er aðeins meira innbyggt inn í Ísland heldur en Bandaríkin, held ég, sko. Já, líka þegar þú eins og við töluðum að það síðan, sko, þegar þú kemur einn á nýjan stað. Já. Þetta var besta leiðin til þess að, sko, hætjakka sig inn í að búa til tengslanett. Já. Að tengjast fólki í gegnum hreyfingu eða eitthvað skemmtileg activity. Ég er mitt á leiðinni mjög líklega til Cape Town í Suður-Afríku núna í september og þá er mitt að gæi sem á líkamsrættastöðarna og hann ég held ég hef sagt þér frá hann þegar ég hitt hann síðast þá var misjón hann, sko, að geta hlaupið mitt 100 kilometra á sama tíma og hann gæti tekið 180 kilo 5 sinnum í backpressu. 180, já, þú sagði mér frá hann. Gamall rúgbí gæi, en ég mitt var að senda á hann núna því hann í svona utanvega hlaupahóp og mér hugsa bara, þú veist, þau bara leið og mætir, segjum ég sé hann í mánuð
bara byrja strax að, þú veist, mæta í ykkur, þá ertu bara strax komið með network. Já, algjörlega. Og svo ykkur þar sem að fara að gera eitthvað skemmtilegt og þá getur þú farið með og, þú veist, þú ert að mæta á nýjan stað. Já, það áttu bara að fara eins mikið og getur í eitthvað sem hefur svona áhuga fyrir og fara eins mikið í þau svona samfélag og getur og eiginlega vera bara ekkert heima það, sko. Bara vera, ég held að þetta sé fyrir allt fyrir ungt fólk, svona 20-30, þú átt bara að vera, heimilið þetta bara fyrir 7 tíma svefn og búið, sko. Þú átt bara að vera úti, sko, og tala við fólk og kynnast fólki og, sko, við erum ekkert að gera heima þér. Við erum ekki, sko. Nei, nema ef við værum að pæla einhverja svona 360, svona sjálfstyrkinga pælingar, að þá, þú veist, þá væri hægt að taka kannski 1 dag í viku, þar sem hún væri einmitt bara meðvitað að velja það að lesa bók og, þú veist, huglega að vera aðeins eitt með sjálfu þér og láta aðeins reyna á bara, þú veist, get ég verið í mínum eigin félagskap. Já, vera smá isolation í rauninni. Já, bara svona aðeins ekki, en ég er alveg sammálaðir, sko, þú veist, í raun og veru, maður er ennþá, þú veist, þó ég sé nú, orðið 46 ára, sko, þá er maður ennþá þannig að bestu dagarnir maður sér einmitt, þegar maður kemur heim og maður er búin að eiga próduktívan dag þar sem maður líka helst einmitt hreyfði sér tvisvar, var að hitta gott fólk og svo, þú veist, á maður það inni þegar maður kemur heim, kannski klukkan 8-9 að, þú veist, horfa á eitt þátt og bara, djúðlega þetta ekki að þetta. Já, algjörlega. Og það þarf ekkert, þú veist, ég held að sé alveg hægt að, svona aðeins að reverse engineera góðu dagana sína, sko. Eins og þú talar sko, þú varst produktur í vinnu, þú hittir eitthvað fólk og hreyðið tvisvar, skilur. Þetta er líklega bara að þú hreyfið þig, átt í 2-3 góðan samræðum og síðan nærðu flowstate í 1-2 tíma í vinnunni, sko. Þá ert þú örugglega bara góður, sko. Það er bara nóg, sko. Já, einmitt. Þú er ekki lesið þarna Power versus Force. Nei. Þetta er David R. Hawkins sem er svona, allan að Guðni Gunnars talar að hann sé svona leveli fyrir ofan aðra. Og og hann er svo mikið að tala þú veist þetta, hvernig þú getur fengið betri útkomu með minna innbúti, sko. Og mér líður þannig að ef ég er að gera allir þessar hluti sem eru góði fyrir mig, þú veist, einmitt, hreyfa mig, hlúa vel að mér, hitta gott fólk, þá eins og þú segir, 1-2 tímar, kannski 3 í vinnu, þá er ég að gera allt sem ég geti annars gert á 6 tímum í einhverju öðru steiti. Þú veist að ef að maður, þetta er svolítið bara eins og sért atvinnu í íþróttamæður, að þú hagar deginuðinu þannig að þú gerir hlutina sem þú þarft að gera til að vera, þú veist, svo að taka viðtalið að gera eitthvað, þá ertu í þannig steiti, sletta ástandi, að þú bara veist að þú ert að ná því besta út úr sjálfu þér og þar að leiðandi kannski maximæsa líkurnar að þú gerir gott viðtal. Algjörlega. Mér finnst þetta mjög góð áhugaverð pæling, sko, að horfa á það sem átt að gera út frá hvað myndi íþróttum að gera, skilur. Þú veist, það er kannski bara svona, kannski hinpunturinn er sá að Cal Newport held ég hann heiti með deep work pælingarnar, að djúpa vinnu. Það er að fara rauk fyrir því, sko, að hann var að skrifa sér bók og hann var held ég prófessor í tölvunarfræði eða eitthvað svoleiðis, sko, og var faðir og eitthvað svona, og hann talaði bara með og nærði þessum 2-3 tímum á dag, bara í skrifi að hvað sem tengist í erfiðustu verkinni, það er bara mjög góður, sko. Þá, og kannski fyrir mér, sko, er ég ennþá að læra á hvað er hard work, að vinna mjög harkalega og hvað er bara smá svona gáfuleg vinna, skilur mig. Má ég innan gæsalappa bara vinna í 3 tíma dag og síðan bara leika, skilur má ég það? Auðvitað er þetta bara spurningum hvernig... Ég er bara að segja auðvitað. En ég er ennþá að því maður, sko, ég tengi svo mikið við það að afkasta rosa mikið og vera bara frá því maður vaknar og frá því maður fyrir að sofa, að það sé sama sem, þú veist, alltaf gott, skilur mig. Einmitt. En það er stundum ekki þannig, stundum er meira bara ekkert alltaf gott, skilur mig, stundum er að gera þetta með mjög svona aðeins sniðugara, miklu betur heldur en að gera alltaf meira, sko, því það er spurning hvernig við gera það og hvert að fara og allt þetta. En já, mér finnst það bara, þetta er eitthvað svona nýtt sem maður er að pæla í, allana. Man alltaf eftir augnablikið þegar ég var að vinna þarna upp á Skjá 1, eftir ég var hættur á Stöð 2 og þá var ég einmitt orðin verktæki. Það var svona fyrstu skrefin ég að vinna fyrir sjálfa mig. Þú veist, þá var allan enginn sem sagði mér hvenær ég ætti að mæti vinnuna eða hvenær vinnudagur maður er búinn og eitthvað. Og ég man að þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.